Mig langar að fara með ykkur yfir fyrsta skammt af verkefni í Excel. Þetta eru 4 verkefni sem öll komin innu og það eru 2 kennslumyndir sem þið eru bara skildu áhorf. Þannig endilega kíkja það fjallar einföldar reikniaðgerðir og hvernig maður setur upp töflur og hlis. En ég ætla að fara yfir þessi 4 verkefni og svona hvað á að gera renna snögglega yfir þeim. Verkefni 1 að stendur hérna að þetta verkefni skiptist í 2 hluta, neðst að sína eftir að sjá 2 flipa. Það heitir þessi flipar hérna. Og það sem þið eru að gera hérna er að framkvæmja rétt að reikna aðgerð með því að nota samansverkið og draga jöfnuna niður. Þetta er mikilvægt, draga jöfnuna niður. Það gerir saman sér hérna, þessi pluss þessi og síðan ætlum við að tölunar uppfærast, það er alltaf læg. En þetta er það sem við erum að læra að gera. Við ætlum að draga niður þessa hérna jöfnu og fara endur alveg niður á lokin hérna. Þið geti líka ef þið farið hérna með músabendina neðst hægra megin og tvísmelt þá gerist það sjálfkrafa fyrir þetta allir niður. Hérna eru bara mismunandi reikniaðgerðir. Hérna að gera það sama nema hérna eru þið bara að draga til hliðar. Hérna ekki hægt að tvísmella, hérna þarf maður að draga til hliðar. Og sem gerir þetta með allt saman og þá bara verkefni 1 komið. Verkefni 2 að þá verkefnalýsing fyrir það og verkefni snýst þess að það að þú hefur ákveð að hætta í skólanum áramótin og byrja að vinna og búa einn. Og þannig að það sem þú gera hérna er að búa til raunhæfa fjárhagsáætlun, bara eins og sért virkilega bara að fara að flytja heiman og ætlar að búa einn eða ein og þú ætlar að gera það fjárhagsáætlun. Og þetta er þá skjal sem við erum með hérna uppsett tilbúin fyrir það. Þannig hérna erum við mánuðin okkar, janúar út desember. Hérna erum við laun eftir skatt, þetta er bara hvað fáið mikið í pening og þetta er eitthvað sem þið þurfum bara að gefa ykkur. Hérna er að gera ráð fyrir því sem bara í 100% vinnuaukstar. Og aðra tekjur er bara ef þið eru að fá okkur annan pening heldur en hérna laun ykkar, þá getur setta hérna. Þannig að hérna er kannski með, getur sett 300.000. Og maður er kannski með alltaf söma peningin á hverju mánuði og hérna kannski ég að fá 50 skall á hverju mánuði og þá getur maður látið Excel reikna hérna út hverju þá heildar launamanns. Þannig að ég myndi reikna hérna þessi pluss þessi og þá sé ég og gera þá heildina 350.000. Síðan kemur skemmtilegpartin, það er eyðslan og þá stærsti liðurinn þar er eiginlega bara leigjan. Og það sem ég vil að ég gera þá er að fara virkilega bara á netið og finnið ykkur íbúð til þess að leigja. Og sjáu hvað þetta getur verið svolítið dýrt að fara út hérna að pakka. En þá setjum ég þá upp að hérna, það er kannski 120 skall á mánuði. Og getur náttúrulega sama upphæðin fyrir hvern mánuð, en síðan vil ég hérna að þið gerið áætlið hvað er það eigið í mat í hverju mánuði, hvað er það eigið í föt. Það er kannski misjant hvað maður eigið í hverju mánuði, húsgögnaraftæki, maður er ekkert alltaf að kaupa húsgögnaraftæki í hverju mánuði. Kannski einn mánuðin þarf að kaupa þvottavél, þá er það til með 60 skall, síðan er kannski ekkert í næsta mánuðinum. Síðan þarf að kaupa nýjan síma, það er 100 skall og sem framvegis. Töluleikir, þú ert kannski eitthvað ákveð, þú ert með net, þú ert með sjónvarp og síma, þú ert að ferðast eitthvað. Samgöngur, ertu með strætókort eða ertu með bíl og ertu með bíl að þá náttúrulega kostar bensín og þú ert að skipta dekk og þú ert að fara minni viðgerð og allt svoleiðis og síðan hérna bara önnur reisla. Síðan samtals, þannig að við erum komið með eitthvað tölur hérna, bara byrjtölur, þegar ég ætla að reikna út samtals að þá nota ég hérna sum, sama sem sum og ég ætla að summera allar þessar tölur. Og þetta er farið betur yfir í eitt af þessum kennslumynbundum og þið skoða þar. Þannig að hérna er ég komið með heildareiðsluna mína, hérna er með heildarinnkomuna. Þannig að þegar ég reikna hérna sparnaðinn, þá er það bara okkur þetta er þess að ég fekk í vasan og ég mínusa það frá því sem ég eyði. Og þá getur ég sé hvort ég kom út í mínus að pluss. Markmið með þessu verkefni er ekki að þið endið eitthvað út í pluss eitthvað svoleiðis. Þetta er bara að æfa ykkur að setja upp svona skjal, gera fjárhagsáætlun
og og finna einhverja raunhæfar tölur fyrir þetta allt saman. Það eru verkefni 3 og það eru 3 flipar. Hluti 1 snýst það að þið eru með 500.000 krónur inn á banka í byrjun árs og síðan kemur janúar og stakka þetta aðeins. Síðan kemur janúar og þá eyðuru 50 skalli. Þá á að standa hvað áttu þá í bankanum í lok mánaðarins og þá þarf að koma ykkur jafna sama sem eitthvað. Og það ætti náttúrulega að standa 450.000 af því að ég átti 500.000